Já, velkomin aftur á Frelsi TV. Það er mikið að gera á samsæringavaktinni akkúrat núna. Ég vil benda ykkur á að merkja við subscribe og sitja við bjölluna líka. Þá sjáið þið, þá plingar hjá ykkur þegar ég byrja ykkur að þætti. En það er merkilegar fréttir í gangi núna. Það er hérna á Zero Hedge, þar er grein sem að hefur fyrirsögnina Rússar hafa ófrávíkjanleg sönnunargögn að Bretland sviðsetti eiturefna árásina í Sýrlandi. Og hérna því miður, sem betur fer eftir hvernig á það er litið, þá virðast þessar samsæriskenningar mínar og fleiri sannast hver af annarri. Þannig að það virðist vera að ég hafi nú ekki verið svo svakalega langt frá raunveruleikanum. Og hérna ég ætla að reyna að deila með ykkur þessum fréttum. Og það var sem sagt það eru komnar fram sannanir fyrir því að breska leyniþjónustan var að ýta á málaleiða sína í Sýrlandi, að drífa sig í að gera þessa sviðsetningu. Þetta held ég að við höfum sönnunargögn að þetta var enn einn sviðsetti atburðurinn, sviðsettur af útlendingum sem sagt frá sjónarhorni Sýrlendinga. Og hérna það hefur verið gripið inn í, þeir eru með tölvupósta og samskipti þar sem að fram kemur að Bretar hafa ýtt á að flýta. Og síðan eru viðtöl við lækna sem voru á þessum spítala. Og og þeir lýsa atburðum þannig að þarna komu inn menn með miklum látum og hrópuðu eiturefnavopn og Sýrlendingar eru orðnir vanir því að verða fyrir eiturefnavopnum hryðjuverkamanna sem eru fjármagnaðir af Vesturveldunum. Og þetta baðeri eða þetta vatnssull þarna í kjallaranum var byggt á ótta þessara aðila sem ruku þarna inn. Og ég skora náttúrulega bara á ykkur að lesa greinina, kíkja á zeroheads.com, það getið lesið nánar þetta. En þetta situr viðtalsspil ráðherra, forsætisráðherra og utanríkisráðherra í alveg furðulegt ljós. Ég gerði nú góða grein fyrir því í live fyrir í dag. Og hérna kemur þetta, the interviews released to the media, viðtöl sem voru afhent fjölmiðlum. 2 menn sem að tóku myndirnar voru að skola vatn af börnum og var sagt að væri eftirmál eiturefnaárásar. Þetta eru sem sagt fólk sem varð fyrir reykeitrun. Og
einhverju urðu fyrir þetta virðist hafa verið orðin mjög flókin staða þarna og einhverju voru að hrópa að það væru eiturefnavopn og það Sýrlendingar bregðast þá þannig við að þeir beita eða sem sagt byrja að skola sig í vatni til þess að verja sig gegn eitrunum. Og það er önnur frétt á Zero Hedge þar sem að Bretar koma aftur við sögu að þeir það er óháð svissnesk rannsóknarstofa sem segir að það var ekki Novichok eitur sem var notað í Bretlandi heldur BC kallaði það og það efni er eingöngu framleitt í Bandaríkjunum og Bretlandi. Þannig að ef við myndum nota sömu rök og Bretar, Bandaríkjamenn og Frakkar þá er væntanlega löglega opið núna fyrir loftárásum á bandarískar borgir, breskar borgir og franskar borgir og náttúrulega síónistan er á bak við þetta allt saman og væntanlega þá allt opið fyrir sömu aðgerðum þar. En ég skora bara á ykkur að lesa þessa grein, ég skal setja linkin hérna í lýsinguna fyrir neðan, hvet ykkur til að dreifa þessu myndbandi og læka það eða dislæka það og svo hvet ég ykkur til að styðja Frelsi TV. Takk fyrir.